Velkomin, bráðum börnin komi inn. Ég bið ykkur að draga síma úr vasa og staðfesta að síminn á silence. Så vi fáum ekki ingen símtól, ingen að trufla. Silence á síma til dæmis. Og við viljum líka fyrir fólkdrarna taka myndir eftir viljið og birta myndir inn í Facebook að því að stundum við fáum ekki nóg af myndum. En gjöru svo vel að taka myndir, það má það. Og við skulum slökkva ljósin hér. Áður en við syngjum saman, ég vil tala gjöf Guðs. Og Guð, hann langar að gefa öllum gjöf. Og það sem hann langar að gefa okkur, hann gaf þér líf. Þú ert með líf, þú ert lifandi sem betur fer. Og ég þakka Guði fyrir líf ykkar. Og hann gaf okkur líf til að lifa í lífinu. Og þá meðan við lifum, hann vill fyrir okkur að eignast eilíft líf. Og við skulum sýna ykkur þetta sem við kennum börnum og vonum að allir vilja fá gjöf Guðs. Í gjöfinni Guðs, það von. Kunnen við segja von, krakkar? Já, og það kemur frá Guði. Hamingja, segðu hamingja með mér. Þetta kemur frá Guði. Það skortur af þessu í heiminum að því að það vantar Guð. Án Guðs, án vonar, án hamingju. Góðvild, segjum saman, góðvild. Já, þetta kemur frá Guði. Sjálfselsk kemur frá okkur. En góðvild frá Guði. Kærleiki, 1, 2 og? Að gefa án þess að hugsa að þykja. Það kemur frá Guði. Og þessi heimur, við þurfum að koma Guðin í heiminn. Segðu gleði. Og ég ekki tala gerfi gleði, ég tala í alvörunni að vera gladur. Og svo segir þið friður. Bífluga í húsinu. Það kemur frá Guði. Það engin friður án Guðs. Getum við kannski leysa það? Það engin friður án Guðs og til að fá frið í hjarta mikli þíns og Guðs þú ætti að læra hann. Og sem krakki, það engin friður í lífi mínu þegar ég óhlýðnast pappa. Ég var ekki að hlusta á mömmu. Og það engin friður í heiminum af því að það fólk sem ekki að hlusta á ráð Guðs. Guð gefur okkur góð ráð. Og segir þið gæska. Og þetta allt finnum við í Jesú. Og málið í dag í nútímanum að Guð ekki til oftast í lífnum okkar eða í lífnum manna eða í samfélaginu og það skortur af þessum hlutum í heiminum út af því að það vantar upp á Guð. Þetta allt kemur frá Guði einum. Og við finnum þetta ekki á sjoppunni eða út í búð eða á kringlunni. Þetta kemur frá Guði og við þurfum að leita hans. Hvað kostar gjöf Guðs? Við þurftum ekki að borga en það kosti það mikið. Jesus gaf lífi sínu.
Han dø av krossinum vegna synda okkar. Og han elskar okkur það mikið. Og það oftast fólk sem sér ekki eða viðurkenna ekki hversu dýrmæt gjöf Guðs Eilíft líf dýrmæt gjöf. Sú dýrmætust allt sem mann heimur á. Og ég hvet ykkur að hugsa málið. Áttu gjöf Guðs. Hefurðu tekið á móti hans gjöf. Fyrir trú. Einfaldlega, Jesus dó. Segið þið dó, krakkar. Jesus dó á krossinum vegna synda þinn og minna. Synda okkar manna. Han var graven. Segið þið graven. Og så kom han aftur levandi til að sanna það að hann frelsarinn. Hann frelsarinn Guð. Og hann langar fyrir okkur að eignast eilíft líf í honum. For our guests that did not understand anything that I said, because you're new to Iceland, I just talked a few moments about God's gift. And these things, like happiness, peace, love, these things come only from God. And the reason that our society does not have true love, true peace, true joy, true happiness is because God has been made not welcome in our society. But I encourage you, make him welcome in your life. Make him welcome in your home. God loves you. Því svo Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. We just said John 3:16, which simply says, God so loved the world that he gave. You see love in its best and most beautiful form when somebody gives without expecting anything in return. That is what we try to show you at this church, to give without expecting ever anything in return. We want people to know God. We want people to love God. That's why we're here. And that's the only reason why we're here. And so I encourage you to consider God's gift. And if you don't have God's gift in you, believe on the Lord Jesus Christ, and he'll save you. Trust what he did. Trú á Drottinn Jesú og þú mun verða hólpin. Við skulum biðja saman. Guð minn, ég þakklátur fyrir gjöf. Það kostar ekkert fyrir okkur að fá hana, en þú, Jesus, þú dóst á krossinum og þú vilt gefa okkur þessa gjöf. Viltu hjálpa okkur að viðurkenna hversu dýrmæt hún og ég vona ef einhver hér með líf sem botnlaust, tilgangslaust, eða að leita þess að finna eitthvað sem skiptir máli, ég vona að þau munu finna þig, leita þín og finna þig, og fyrir þig að gefa þeim eilíft líf. Drottinn minn Guð, viltu hjálpa þeim sem syngja í kvöld og lesa að senda út þennan skilaboð, hvernig þú elskar alla menn, og ég bið þig í nafni Jesús. Amen. Við kveikjum einu kerti á, hans koma nálgast fer, sem fyrstu jóli jötu á, og Jesús var með. Við kveikjum tveimur kertum á, sjálfur þorri þá, sem lífi
En á 7. mánuðin var Gabriel Egill sendur frá Guði til borgar í Galíleu sem heitir Nasaret í Meyja var föstu manni sem Jósef hét af ætt Davíðs en mæðin hét María. Og engillinn kom inn til hennar og sagði, heil vert þú sem nýtur náða Guðs drottni með þér. En hún var hrædd við þessi orð og hún gleymdi hver þessi kveðja væri. Og það má gefa litlum klapp, þetta var vel gert, leikskóli. Og engillinn sagði við hana, óttast þú eigi, María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði, þú munt þunguð verða og son ala, og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs, föður hans. Hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu, og á ríki hans mun engin endir verða. Já, vel gert. Þá sagði María við engilinn, hvernig má þetta verða þar ef ég hef ekki karlmannskennt? Og engillinn sagði við hana, heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig, fyrir því mun og barnið er kallað heilagt sonur Guðs. Vel gert, vel gert. Flott hjá ykkur.
Syng barna hér, syng Guði dyr. Hann gaf sin eigin son. Hverf burt frá akri synd og sorg og sæst við alla menn. Guðs náðarlind, Guðs góði son, mun græða upp þín mein, mun græða upp þín mein, mun græða upp þín sár og mein. Guðs ríki mun með rétti og náð. Vel gert. Sjá drottins nafn, Guðs dýrð og vald. Í dásemd kærleik hans, í dásemd kærleik hans, í dásemd eilíf kærleik hans. Fæðing Jesús Krists var þessum atburði. María, móðir hans, var föst með Jósef. Áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilögum anda. Vel gert. Jósef fermasta festamaður hennar sem var grandvar vildi ekki gjör henni opnabera minnkun og hugsi skilja við hana í kyrrþey. Það má gefa þeim klapp þegar þau eru búin. Þetta erfitt að lesa. Vel gert. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttast ekki taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með af heilum anda. Hún mun son Allah og hann skaltu láta heita Jesús, því að hann mun frelsa lið sinn frá syndum þeirra. Vel gert. Allt var þetta til þess að rætast skyldi orð drottins fyrir munn spámannsins. Sjá, mærin mun þunguð verða á son Allah. Nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Vel gert. Þegar Jósef vaknaði, gjörði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesús. Vel gert. Vel gert. This song is about Joseph holding his baby, the baby Jesus. Go to sleep, my son. This manger for your bed. You have a long road before you. Rest your little head.
Can you feel the weight of your glory? Do you understand the price? Does the Father guard your heart for now so you can sleep tonight? Go to sleep, my son. Go and chase your dreams. This world can wait for one more moment. Go and sleep in peace. I believe the glory of heaven is lying in my arms tonight. Lord, I ask that He, for just this moment, simply be my child. God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Go to sleep, my son. Child, close your eyes. Soon enough you'll save the day, but for now, dear child of mine, oh my Jesus, sleep tight. Guðs Kristi í heimi, krjúpið ég til lága, sjá konungur englana fætur himnar og heimar, láti lofgjörð hljóma. Og dýr því hæstu hæðum, Guðs heilagi sonur, og dýr sér þér. Hann ljósir af ljósi, Guð af sönnum Guði, getini skapaður sonur Orðið var holti, reinar nýjar skauti, og dýrði hæstu hæðum, og dýrði hæstu hæðum, Guðs heilagi sonur, og dýr sér þér. Sjá himnarnir opnast, hverfur nætur sorti, og himneska ljóma af stjörnu ber. Heilagan lovsöng, himnfólk
dýr sé þér. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústu keisara að skrásetja skyld alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýrenius var landstjóri í Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fór Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitt konu sinni sem var þunguð. Vel gert. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þar son sinn frumgetinn, varð hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. Vel gert. Vel gert. 1, 2, 3. Borðum í bænum Betlehem var borinn sá sem Sonu Guðs sem sorg og þraut og syndir manna ber. Kom og svo. Hlustið englar himnum af, þeim Herra greina frá, sem lagðu var í lágan stað, en lýsir jöðu á. Hýrðum sem vöktu heiðum á og hjarða gætu nót. Engla gleði fluttu frekk frelsum akri drót. Hlustið englar himnum af, þeim Herra greina frá, sem lagðu var í lágan stað, en lýsir jörðu á. Vitringum lýst í langan veg, sú leiðar stjarna hrein, sem ljómar heim í breyskum ber og bætir hulda mig. Kom og svo. Hlustið englar himnum af, þeim Herra greina frá, sem lagðu var í lágan stað, en lýsir jörðu á. Wow, 1, 2, 3. Wow, vel gert. En í sömu byggð voru herra út í Háka og gátu nóttin herra sínar. Vel gert. Flott verður. Og engla drottins stóði á þeim og dýr drottins ljómar kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá:
Verið óhræddir, því sjá ég boða ykkur mikinn fögnuð sem veitast öllum líðum. Vel gert. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davís og hafið þetta til margs. Þér munið finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu væpin var með engil fundi hersveitan sem lofðu Guð og söng. Vel gert, vel gert. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með munnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englar voru farnir frá þeim til himnis, sögðu hirðirnir sín á milli, förum beint til Betlehem að sjá það sem gerist hafði og drottnin hafði kunngjört oss. Vel gert, vel gert. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lágu í jötum. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust, þær hirðarnir sem sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi. Og heyrnarnir sníðu aftur og vexannu Guð og láti hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og sé en allt var eins og þeim hafi verið sagt. Vel gert. Ég svo stoltur af ykkur. Vel gert. Bjartir yfir Betlehem blikkar jólastjarna, stjarnan mín og stjarnan þín, stjarna allra barna. Var hún áður vitringum, vega ljósi skæra, barni jötu borið var, barni ljúfa kjæra. Víða höfðu vitringar vegi kannað hljóðir, bundi sínum ferðum á fjölda margar þjóðir. Barst þeim allt frá Betlehem, birtan undir skæra, barni jötu borið var, barni ljúfa kjæra. Barni gjafir báru þeir, blít þá englar sungu, lausnaranum lýstu þeir, lofguð drottni sungu. Bjartir yfir Betlehem blikkar jólastjarna, stjarnan mín og stjarnan þín, stjarna allra barna.
Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdíu á dögum Herósar konung komu vitni frá Austurlöndunum til Jerúsalem og sögðu. Yes, okay. Hvar hinn nýfæddu konungur gyðinga var sáum stjörnur hans reikna upp og erum komnir að veita honum látningu. Vel gert, Phoebe. Þegar Heródíus heyrði þetta var hann skegglaður og öll Jerúsalem með honum og öll stefndi saman á öllu æðstu prestum og fræðimönnum lífsins og spurði þá hvar á Kristur að fæðast. Yes. Þeir svöruðu honum í Betlehem í Júdíu, en þannig er ritað hjá spámanninum: Þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal heiðaborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lýst minnst Ísraels. Þá kallar Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim. Nær stjarnanna hefði birst hann, sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir barnið og þér finnið það, látið mig vita til þess að ég gæti einnig komið og veitt í lotningu. Vel gert. Þeir hlýddu á konu og fóru, og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim, uns hana var þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna, glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu, móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, guld, reykelsi og mýru. Vel gert, vel gert. Jóri, kveikja ljós á krossinum, takk. Og við munum syngja heimsból saman. Viljið þið kannski standa með okkur? Við syngjum heimsból og krakkar 1, 2, 3. Það vantar gítar smá, vinna menn. Ég skal bara bíða. Hei, var ekki frábær vel gert hjá þeim, eða ekki? Gefa þeim klapp, einu sinni enn. Det var mjög gott. Jag är så stolt av dem öllum att syngja så väl. Jag är bíða efter gitarr att fara i gegnum kerfinu. Vel gert hjá ykkur. Jag är så stolt. Jag man þegar sum af þessum börnum komu frá útlandum, nýkomin til landsins og gáttu ekki einu sinni sagt eitt orð á íslensku. En núna standa fyrir framan fólki og lesa upp. Þetta bara dásamlegt. Þetta mjög dásamlegt að sjá hvernig þau eru að standa sig svo svakalega vel og ég stoltur af ykkur öllum, sko. Við skulum bara bíða þangað til. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Tristan, viltu kannski reyna að unmute gitar? Ok, við skulum bara syngja þetta eins vel að við getum. Hér tilbúin. Heimsból, helgeru jól, signuð mæ, sungvu sól, frelsun mannanna, frelsisins lind, frumglæði ljósins en gjöfugt mannkind, meinvikt í myrkrunum lá, meinvikt í myrkrunum
heimi, hátíð ný, himnesk ljós, lýsir ský, liggur í jötunni lávarður heims, lifandi brunnur hins andlega seims, konungur lífs vors og ljós, konungur lífs vors og ljós. Heyra má himnum í frá, engla söng, koma svo, halleluja, friður á jörðu því Faðirinn fús þeim að líkna sem tilreiði sér, samasta syninum hjá, samasta syninum. For our folks here that maybe don't have Icelandic as their mother tongue, we're going to sing Silent Night in English, and this will be our closing song, and we'll say goodbye to the kids. It'll be such a blessing to give them a big clap after we're done. Of course, you can give them a huge clap after we sing this, and let them know you're happy. They did such a good job. Wow. Let's sing this together, Silent Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Geef þeim klap, vel gert. Flott hjá ykkur. Krakkar, hlustið þér á Villa. Villi kemur til að leiðbeina ykkur út. Foreldrar bíða hér aðeins. Börnin mega fara. Eftir Villa. Fylgið Villa. Og það má gefa þeim ein klapp einu sinni enn. Vel gert, krakkar. Ég svo svakalega stoltur af ykkur öllum. Vel gert. Flott hjá ykkur. Þetta var beautiful. Wow. Wow. Nú má ég anda. Vel gert.
Við ætlum að leifa þeim fara inn á salin fyrst. Þið með fá sæti og við bara kannski gefum þeim smá tíma. Nathan staðfest að þau eru öll inn á H1 fyrir mig, takk. Frábært. Gefum þeim tækifæri að fá fyrst. Hvert barn foreldrar fær gjöf á leiðinni heim. Ekki gleyma því. Kirkjan kefti gjöf handa öllum börnum og þau mega sækja þetta á leiðinni. Það til 60 gjafir. Börnin voru 40 og eitthvað, svo ég get ímynd mér að börnin sem voru ekki í jólakort, það gæti verið eitthvað handa þeim, en við erum ekki viss. Sko bíðið aðeins og ég skal segja ykkur hérna megin ef það nóg. Sanngjarn? Yay. Takk kærlega. Það mikilvægt þeim að sjá ykkur mæta og gefa þeim hrós og ég svo þakklátur þið komið í kvöld. Og ég bið Guð að blessa ykkur, gleðileg jól, segjum við. Og þið megið fara inn núna. Ég vona að þau eru, ef þið viljið bara lappa inn og fá sæti á miðinni, að meðan börnin eru að fá, þið megið það, chilla, fá kaffi, heitt kakó og svo framvegis, þið megið gera þetta líka. Eða fara í röð til að fá smákökur. Takk kærlega, Guð blessi ykkur. Bum, 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 bum. We knew something would happen. Good evening. Good to see you. I guess I could turn off my microphone. Good. Thank you.